Já, kæra hlustandi, það er 5. lotan sem heilsa ykkur að fallu sumardegi, sumarið gengi í garð og margt og gott framundan. Til okkar komin góðu gestur. Það er sjálfsögðu því að Ian Garry var með stórsigri Carlos Prates helgina og þá er bara mjög líka vel við að fá hinn eina svona Guðlaug Þór Einarsson í þáttinn. Velkomin í þáttinn ykkur. Þakka fyrir. Herru, hérna, það er, já, eins og segir, fulli bátur, pluss gulli. Hérna, horfður á barndanum helgina? Já. Og hvernig það svona fylgjast með fyrir mannstæðingi? Mér finnst það góður, sko. Já. Ég hélt með honum, og held með honum, sko. Já. Og hérna, já, þetta var góða barndagi, sko. Hann var alveg með hann fyrst, sko. Svo var hann eitthvað seinast að lúta hann ekki. Já. Það var svolítið tæpur. Jó, Já, hérna, mjög tæpur. það var svolítið tæpur. En ég var hérna, já, ég var sáttur með hann, sko. Já. Ég held með honum, sko. Ég vona að taka í titilin, sko. Já. Ég trú á honum, sko. Það var gaman. Það var bara skemmtilega fyrir mig að, hérna, ef hann, þú veist, tekur titilin, sko. Já, það ekki? Já, það var bara stu meistara, sko. Já, nákvæmlega. Ég geti svona rétt svona ímyndað með það. Já, svona, ég bara þess að hérna ekki klára það næstu. Einmitt. Binst maður alltaf svona sterkum böndum þeim sem maður mæti svona í búrinu eða er eitthvað sérstætt með Garry bara þannig að hann var svona mikið stórstjörna? Nei, ég veit ekki segja maður bindist einhverjum þannig böndum, sko. Það var ég, en... Já, þú veist, með Garry, sko, já, þetta var líka svolítið fyndið að, þú veist, þetta hérna, voru búin að rífast hann eitthvað af vigtuninni deginum áður, sko. Og hérna, sem var, þú veist, hérna, svo eftir bardagan líka voru búin að rífast einhvern slatt á Messenger, sko. Ég er örgulega áörgulega tjattið ennþá, sko, hérna. Vá, það var eitthvað manni að fá það, sko. Já, ég var vel að finna það, sko. En nei, ja, þú veist, það bindist ekkert böndum, man hérna, það hafa verið einhverju tveir andstæðingar sem ég hef rífist svolítið við þarna í einhverju svona Messenger og hérna bæði fyrir og eftir, sko. Já, ok. Hann og þarna, annar þarna, manni hvað hann heitir, einhver Íri líka. Já, ok. Já, og svolítið því að rífast í Írana. Hvað var eitthvað kjaftur á þeim eða bara svona svakalegur kjaftur á þér? Já, það er bara meira á mér, sko. Þeir eru bara svara fyrir sig. Já, ég held það. Já, ok, það er Ég held það, sko. Þegar þú fórst á mættir Ian Garry, þá varst þú 2-0 það ekki? Jó. Og Ian Garry var 5-1. Hafði ekkert áhyggjur af svona reynslumun og svona... Nei, ja, þú veist, ég var bara mjög kokki á þessum tíma líka, sko. Já. Ég var hérna, ég var búið með 2 bardaga bæði, þú veist, báði voru finnis, 1 með TKO og hinn með submission. 2-0 og ég man að gæinn, þú veist, það var sagt við okkur fyrir, sko, svo ef myndi vinna þennan, þá myndi alveg fá, þú veist, að þetta var líka Cage Warriors 99, sko, kartinu. Það sagt við okkur að, þú veist, allavega ef ég myndi vinna hann, þá hérna, myndi maður fá alveg stóran atvinnum hana bardaga næst, sko. Já. Það var alveg góðan samning, sko. Þetta er 3 bardaga minnum að sagt, sko. Já, ok. Þannig að það var alveg smá svekkjandi að hafa ekki tekið hann, sko. Já, þannig að það var í búið, þú veist, 3 bardaga atvinnumanna. Já, það var það gaurinn þarna. Já. Var Garry alveg orðinn eitthvað nafn þarna? Já, ég hef ekkert eitthvað heyrt á hann, svo, þannig að það var svo, þú veist, promóterinn sem ég talaði við, sem ég var búin að vera í samskipti við þarna, talaði að væri svona næsta stórstjörna, sko. Var búin að segja mér eitthvað fyrir þetta, ég var að bjóða mér bardagan, sko. Og hérna, og ég var líka alveg búin að, þú veist, gera mitt nafn í þarna, Cage Warriors, svona, contender dæminu sem verið aðeins undir, sko. Og hérna, með 2 svona, hérna, early finishes, sko. Og hérna, já, bara búin að segja mér að þetta væri svona næsta stjórnan og Sigur að myndi fara hérna, þú veist, væri bara búið, atvinnumannabardaði sem að hafa svo fór svo. Já. Hann tók næst, sko. Já, hann tók næst atvinnumannabardaði á eftir þér í Cage Warriors. Já, þannig að hann hræfti það. Já, það er svekkjandi. Já, það er svona svekkjandi, sko. Já, en náttúrulega Cage Warriors er náttúrulega gegn stórt promotion. Var þetta bara, þú veist, það var kannski ekkert var eitthvað annað í boði, eða var þetta bara, hérna, eins og í dag þá fara menn alltaf til Doncaster eða eitthvað svona aðeins minna svona. Já. Ég var náttúrulega búin að fara í þetta Cage Warriors, þetta hann contender dæmið, sko, sem hérna... Academy eitthvað, eða ekki? Jú, heitir eitthvað og hérna, Academy og það er undir Cage Warriors og hérna, já, þannig að þú veist, það er svona sömu gæjar sem eru með það, sko. Já. Þannig að hérna... Og þeir svona bara veiðu þau bara? Já, þeir sem eru standa sér vel þar oft boðið bara samningur í Cage Warriors, sko. Geggjað. Þannig að hérna, já. Ok. Þetta var heldur flott, þetta Cage Warriors 99 á móti Ian Garry, sko. Já. Þetta var hérna, þú veist, maður kom þarna, það var þetta líka bara allt annað level, sko.
veist, það var náttúrulega bara Sky Sport var þarna og Dan Hardy að lýsa og náttúrulega bara, þú veist, tölvöld fleiri áhorfendur, sko, og þú veist, fullt af prófæturum, gamlir UFC-gæðir, nýkomnir UFC, manni hvað heita alveg, sko, voru að keppa þarna og það var þarna pay-per-viewið, sko, og UFC Fight Pass og þetta var heldur gaman, sko. Já, þetta er það stórt svona miðað við þriðja fight. Já, einmitt, það er já, þetta er svo fljótt að gerast í þessu sporti, þú veist, þú tekur ykkur í 2 bardaga, þú veist, það segir, rotar einn, submissar hinn, og þá, þú veist, þetta er svo fljótt að gerast, sko. En maður þú veist, maður er spennandi fætið, skilju, maður er ná, þú veist, í rauninni, maður klára bardaðinu sín, svona. En við byrja, sko, við byrja ferilinn á móti einhverjum, hvað heit hann? Robin Halvorsen. Já, ég klúðraði því. Það er úrslega fyndum bardaði, því hann er bara einhverja 10-15 sekundur og þú pressar hann allan tímaðan, gefur hann eitt pungspark og hann fær svona 10 sekundur til að jafna sig, svo leið að dómarinn, þú veist, klokkar inn bardaðan aftur að það var þetta einhvern veginn bara búið, skilur. Bara einhver hægri yfirhendar sem smelt heitt í minni mig og straujar hann, sko. Já, þetta var góður bardaði, sko. Já. Hann var já, þetta var fyrst í bardaði, sko. Þegar vorum að skoða, sko, maður var að skoða hann fyrir, sko, á pappír, sko. Það var að skoða með einhverjum strákum og eitthvað svona sem ég var að æfa með og þú veist, hann leit rosalega vel út á pappír, sko. Þú veist, það var búin að vera að vinna einhver glímumót, einhver ADCC, einhver svona glímumót og vera, þú veist, búin að vinna einhverja flotta gæja með ground and pound og einhverja risastóra gæja bara. Þannig að þetta leit svona, þú veist, ég lærði það líka svolítið á þeim fyrsta bardaga, þú veist, græðir ekkert á að vera að skoða mikið, sko, hvað hinn er búin að gera. Það var allir bara, hann er búin að vera að vinna einhver kickbox-mót, vinna einhver glímumót inn og þetta. Svo græðir ekkert á að pæla í því, svo fer ég inn og bardaginn er búin á 15 sekúndum, sko. Þú stímrólar í hann, sko. Þannig að allt sem að vera að skoða, hann er búin með þetta breytt einhver, þegar maður komin inn í hringinn, sko. Þannig að, ég lærði það svolítið þar einmitt, sko. Já, það verður ekkert eitthvað svona... Það þarf ekki að spá í neinu. Nei, bara, þú veist. Kannski meira að sjá, kannski bara betra að skoða bara eitthvað myndbandsefni ef maður með eitthvað áhyggjur, eitthvað svona, kannski hversu langur hann og hvernig það strækkar. Já, einmitt, bara svona hvaða stíl hann með, kannski, hvernig var hann að gera eitthvað svona. Ok, það make sense. Já, það getur eitthvað ofhugsað eitthvað, hvað hann er búin að gera, hvað hann er, rosalega þessu hinn eða eitthvað. Já. Einmitt, sko. Oft er bara betra að láta þjálfarinn að sjá þetta, ekki? Já, það er svona greina og... Einmitt, ég las eitthvað greinar frá Pétri Marino, það stendur að þú hefði bara farið einn með bróður þínum og vinnuðinum inn í þennan bardaga, er það rétt? Já. Var það bara... fyrsta bardaga? Fyrsta bardaga? Já, það er rétt. Það er ég var náttúrulega æfið Mjölni á þessum tíma, sko. Og þeir vildu einhvern veginn, að þeir myndu vera að gera allt fyrir mig, að þú veist, þeir ákveða hlutina, sko. Já. Ég búin að tala oft við og ég var tilbúin að fara að fæta og svo alltaf næst eitthvað. Já. Og ég þekkti einhverja gauðra sem búið úti og er æfita, sko. Ég talaði við og bent að tala við einhvern. Þú bendir mér að tala við gaur, sko. Ég heyrði í honum og hann spurði mig eitthvað hvað ég var búin að gera og ég sendi honum svona einhverja fyrirskrá, sko. Búin að vinna þessi glímumót og keppa svona eitthvað og svona eitthvað svona hvað ég var búin að gera í bardagið, æfa lengi og svona hitt og þetta. Hún listi vel á það, sko. Og bara bauð mér bardaga, sko. Þannig að, ég myndi ekki að bíða eitthvað lengur, sko. Nei, algjörlega. Mér minna var ekki Björk Maggi sem sögði svona svipaða sögu? Jú, þeir fóru bara einir út. Já, þeir rampa bara einhvern veginn út í Manchester og bara taka sín fyrsta bardaga þegar Mjölnir vildi svolítið sjá þetta og þá voru einhvern veginn hjólinn ekkert að snúast, sko. Já, sem er mjög skrítið, sko. Ég veit ekki alveg hvað, eða þú veist, þeir sögðu alltaf næst og næst, þeir ætlaði að finna eitthvað fyrir mig, sko. Ég veit ekki alveg, þetta er skrítið að það æfa bardagið þetta fullu og ég nástæði að þetta er ekki að fara að keppa bara. Hvernig var keppnisliðið hjá Mjölni á þeim tíma? Þú veist, Gunni var náttúrulega í UFC, Sunna var eitthvað þarna á þessum tíma, eða ekki? Jú. Ég held að Reykjavík var ekki búið að stofna þá. Nei, þeir stofnaði eitthvað 2018, eða ekki? Já, og þetta 2017. Þannig að Bjarki Maggi hafa verið þarna... Já, þeir hafa það væntanlega verið. Já. Það var heldur gott keppnislið, sko. Heldur öflugir gæjar þarna, sko. Mjög sterkt keppnislið. Já, þetta var svona... Ég held að ég farið í þetta keppnislið þegar það var svolítið í svona prime, sko. Já. Það voru allir þessi gaurar. Já. Og fleiri þarna. Heldur öflugir. Froppir voru, sko. Ég fór þarna áður en þau fluttu þarna í Öskilí hérna. Já. Þeir voru þarna hinustanum þarna. Hvað var það? Loftkastelin? Já. Þetta er ekki það. Minni það. Hvernig var það svona að komast inn í keppnisliðið þarna? Svona, er ekki alltaf svona tryouts? Jó. Það voru alltaf svona tryouts. Man
maður var svolítið hungur að komast inn í þetta og ég fór í eitt svona tryouts fyrst sko. Mér gekk alveg vel að mér fannst það sko. Svo var eitthvað, held mér skilst að vera eitthvað að tala að ég var eitthvað aðeins of harður á mig, eða þú veist, ég var að fara of hart og ég var eitthvað hræddur ég myndi meiða einhverja þarna eitthvað. Þannig að ég myndi læra að vera aðeins mýkri fyrst sko. Og jú, það svona tryout, þrekpróf og hlauppapróf og eitthvað svona dót sko. Þú lítur að það verið mjög grófur og harður af því að ég hef heyrt sko menn voru að sparra mjög hart á þessum tíma. Já, ég veit ekki, það var allavega sem var satt í mig sko, ég gekk mjög vel þarna sko. Og það var svona fyrsta tryouti sko, svo komst ég inn í næsta sko. Og það var 2014-15 eitthvað. Já. Þannig að þú ert að búin að vera í, induguprófinu, ef við orðað þannig, skilur við, og verið í keppnisliðinu kannski í 3 ár áður en þú berst, ef þetta er 2014-15. Að þú berst 2017 móti Robin. Já. Það er rosalega tími. Það er svolítið tími, sko. Það er rosalega langur tími. Þetta hefur verið, 2014-15, örgulega 15, held ég. Já, það er svolítið tími, sko. Já, kannski bara grænda í 2 ár, allavega, skilur við. Já. Og svona, herru, má ekki fara að gerast eitthvað. Ég var alveg búin að æfa líka sletta áður en ég fór í keppnisliði, sko. Já. Það var búin að vera líka grænda undan því, sko. Varstu eitthvað í fótbolta líka? Ég sá inn á KSÍ eitthvað vatnalilju dæmi, ég var ekki viss hvort það væri þú. Já, ég var í fótbolta. Já, ok. Spilaður eitthvað vatnaliljur? Já, ok. Ég spilaði í 4. deildinni. Já, þannig að þetta var, ég var að lesa þína félagskrá. Já. Ok. Ég var í fótboltanum og verið í alls konar íþróttum, sko. Já, ok. Já, kannski bara alltaf í íþróttum með það. Já, alltaf í íþróttum, sko. Ok. Hvað ertu núna? Rekst alltaf á því svona í brólklass svona þegar ég sé aðeins ég var í klass og Imperium. Já, hjá Nikita og þeim. Já. Nikita og Dota. Dabba. Já, einmitt. Svo sá ég líka boksa. Það var líka boksa, eða ekki? Ég sá bokspartafræður frá Pólandi. Já. Hvað veistu þið? Ég boksið er náttúrulega bókatýr, það er í Imperium. Já. Og ég var búin að taka boksið svolítið mikið núna 62 ár, sko. Aðeins slakar í því núna, það er bara að glíma. Er það meira glíma núna? Já, það er bara að glíma núna. Hvernig er glíman þarna upp í Imperium? Þetta er ekkert sérstaklega stór hópur sem er að æfa? Nei, þetta er ekki sérstaklega stór hópur, en þetta er alveg hrausti gaurar, sko. Og Dabbi, Davíð Sölvason, þjálfarinn, hann er líka geggjaður, sko. Bara geggjaður gæi líka, sko. Þannig að ég fíla glímuna það bara, þú veist, það er vantar fleiri gæi og það var gaman fyrir fleiri, sko. Þetta er náttúrulega bara frekar nýtt, eða ekki, að það sé að glíma í Imperium. Já. Var ekki bara í fyrra sem að... Það var ekkert senast ári. Já, einmitt. Var það ekki, þið var að reyna að byrja að vera með svona MMA-hóp líka, eða ekki, í Imperium? Jú, það ekki. Það var komið eitthvað MMA. Ég hef ekki mætt sjálfur. Nei. Held að var eitthvað. Veistu, eru margir sem að stefna á einhvern MMA-feril þarna? Nei, ekki margir, sko. En ég veit alltaf að það er einn í glímunni sem er mjög öflugur, sko. Ungur, sko. Hann ætlar að bara yfir í MMA. Nice. Hann já. En hvernig ertu í glímunni? Hvaða belti ertu með? Klassísk spurning. Ég er með blátt. Já. Ég er bara með blátt líka, hann er 10 ára eitthvað. Ég er að segja við mig strákan fyrir að þetta í fjólublá, sko. Já. Ég er mest mjög nógi-maður, sko. Já. Meir í nógi-inu, sko. Já, ég var að fylgjast með þér á YouTube, sko, mikið á svona gömlum klippum að þér, sko, alltaf í galla, sko. Já. Á Grettismótinu og eitthvað. Já, keppt mikið í galla, sko. Já. En ég er með blátt. Já. Nógi er að mínum að þetta er skemmtilega, sko. Já, mér finnst það líka, sko. Mér finnst það svona meira svona frjálst flæðandi einhvern veginn og... Já, meira svona eins og MMA-ður, sko. Já. Það er svona, bara skemmtilega, sko. Já, nákvæmlega. Ég ætla að fara í fyrirliðin aftur, en áður fyrir þangað þá ætla ég að minna á að þátturinn er í boði Mínigarðsins, heimavelli bardaíþrótta. Ef það er stór viðburður framundan á góðum tíma þá veist hann er sýndur í Mínigarðinum, Golden Ticket, Cage Steel, boxið og MMA. Eða þetta er allt lykillinn að frábæru kvöldi, borðabandaninn á Mínigarðins viðburðir, auglýst inn á 5. lótunni þegar við á. Langar að byrja að æfa bardaíþróttir, þá er Reykjavík MMA svarið, ný grunnnámskeið í hverju mánuði, allar upplýsingar inn á rfkmma.is. Takk til skrifa að byrja að æfa á Viðarhöfða 2. Klassi, ég þurfti að reyna svona background check að þér. Þú ert svakalegur í gíotínu. Já. Var það til að verða eitthvað svona gulli gíotín? Var það eitthvað svona nickname plan eða? Já, nei, reyndar ekki, sko. Það datt einhvern veginn bara fyrir mig. Já. Ég veit ekki, ég fatti þetta gíotín einhvern tíma þegar ég var
bara svona fyrstu MMA-tímunum, sko. Já. Þú veist, ég var PC, byrjaði fyrsta MMA-námskeið, sko. Og þú veist, það var alltaf svo mikið, það var alltaf mikið svo fókus á wrestlingi, sko, alltaf að skjóta í takedowni, sko. Þannig ég bara lærði þetta þar alltaf þegar að skjóta í takedowna, bara greip maður undir, í hálsinn, sko. Já. Það var komið einhvern veginn bara það, sko. Já. Svo var ég bara alltaf að gera þetta var svona mitt múl, sko. Já, þetta er rosa þægilegt, sko. Já, þetta er svo þægilegt, sko. Þetta er svo þægilegt, sko. Það er svona, ef maður lendur ykkur í vesinni bara, einn böttifræði klókur og vippa yfir. Þetta er eitthvað vesin, sko. Já, þetta er alltaf, ég hef búin að nota helviti mikið. Já. Kannski aðeins svo mikið, sko, það er kannski bara aðeins stekka geimum við svona, bæta við einhverjum triangles og eitthvað svona, sko. Ég var svona svipum pakk og þú, sko, þú veist, ég er náttúrulega bara hvítbeltingur, sko, en það með alltaf gíotínið og svo er bara, ég verði að handikappa sjálf mig, sko, ég get ekki bara verið alltaf að grípa gíotínið endalaust, sko. Það er búið að segja þetta allir þjálfara, sko. Það satt ég með því að var gráðun einhvern tíma fyrir löngu, sko, því ég held ég var að fá fjólblá, sko, þú maður sé að klára alla með gillatín, sko, sem er svartbelti eða brúbelti eða eitthvað, maður bæta við geimi, sko, þú veist, meira knowledge yfir allt hitt, sko. Svo fyndi svona, bara ef maður fer að handikappa sig eða eitthvað, þá allt í henni fyrir maður að sækja dars og eitthvað svona, eða bara svona hugsa bara, þú veist, eða ég vil bara, þú veist, one-handed guillotine, skilur, bara á monti eða eitthvað, þú veist, svona, fer það aðeins eitthvað? Akkurat, það er við hefum verið einmitt að gera á sínustu æfingum, það var verið að banna mér að taka guillotine bara á æfingunni, sko. Já. Það var að gera eitthvað eitt, það er fínt, sko. Já. Maður gerir þessu stundum, sko. Já, það er svona góð leið til að þroskast, sko. Talandi guillotine, þú varst næstu bara að klára Íon Garri með guillotine. Einmitt. Já, það var svekkjandi, maður, það er og ég hefði klárað hann, sko, þegar vorum náttúrulega með þessa, þú veist, amatör hanska sem hans stikkari, sko. Já, það er í 8 ónsur. Já, það eru svona stikkari, sko. Ef ég hefði verið með UFC hanska eða enga hanska, þá hefði hann sofnað, sko. Já. Það er 100%, sko. Já. Og þú veist, ég heyri hann alveg í mínútu vera að hrjóta hann. Já. Nær einhver lofti, sko. Og hann er svona fikra og fer alveg inn í hanskan, sko. Nær svona aðeins að, þú veist, hengur alveg í hanskanum, sko. Já. Inn í hanskanum, sko. Já, sett hann putta inn og... Já, fór alveg inn í hanskan. Já. Og hengur alveg í mínútu, sko. Ég finn alltaf svona, þú veist, maður svona aðeins alltaf svona fær, þú veist, hérna fær alltaf aðeins meira loft, sko. Já. Þú veist, ég er alltaf ef þetta hefur verið svona, þú veist, próhanskar, þá var hann sofnað, sko. Já. Það er 100%. Þannig að, já, ég raunin svindlaði hann, sko. Já. Ég lít hann sjá á þetta, ég hef bara tekið hann, sko. Já. Eins og miðað við, sko, að þú veist, þegar maður horfir á dómarann, skilju, dómarinn er bara svona, fylgjast með því hvort hann sé að sofna. Já. Og veist, hann er bara alveg með andlit í þessu. Það var svona spurning hvort hann hefði, þú veist, mögulega átt að sjá það, skilju, að hann væri með puttan inn. Já, þetta er svona, þú veist, ég er náttúrulega hann hérna, fer svona undir hér, sko. Já. Það er svona, það er að sjá það. Já, það er að sjá það, sko. Já, það er alveg. Já, það er svekkjandi, því ég svo held ég líka of lengi því ég ætla að klára hann, sko. Ég er náttúrulega, þú veist, ég klára alla með þessu tjóki, ég kemst svona djúpt í það. Já. Alla, en ég held honum hann alveg í hvað mínútu eða eitthvað, 90 sekúndur eða eitthvað, í bara tjókinu og ég ætla að brenna út af mér henduna, sko. Já. Svo þegar ég sleppi þá er hann alltaf one á. Já. Og ég er bara með út úr pumpaðar hendur hérna, þú veist, og setja alla mjólkursunir í þetta. Og hann er one á bara, þá fer hann að byrja að grandi pánta, þannig að svo finnst mér líka bara að vera að stoppa hann svo fljótt, sko. Þú veist, hann var ekkert að meiða mig, sko. Ég var bara undir en þá að ná andanum, sko. Og þú veist, bara að brenna út henduna bara á þessu gíatíni, sko. Og hann tekur hérna grandi pánta ég er bara að ná andanum, sko. Þá var þetta stoppað, sko. Ég stend upp og fer á yfir og þetta er svona, Já, aftur, sko, ef þetta væri próbardagi eða eitthvað, það hefði þetta ekki verið stoppað. En líklega þetta er eitthvað svona amatör. Já. Svona dómarinn er með svona aðeins svona læri standard, sko. Og þeir vilja kannski að vinna eða eitthvað. Já, það getur náttúrulega líka verið, sko. Við getum það, má diskutera það líka. En svona, það getur bara vel verið, þú veist, þetta er eitthvað svona rising star þarna og það vilja allir að vinni og þú veist, maður hefur nú heyrt og séð annað eins. Já, ég reyna að spara það svona að fara í þessa braut, sko. En alveg 100% skilur, þú veist, þú veist, svona nánast heimamaður, sko, þá hans í Íri, skilur, svona frá sama svæði og þú veist, það vilja kannski ekki að einhver Íslendingur komi og skemmi fyrir þeim, sko. Já, þetta var svekkjandi, maður. Svekkjandi, því ég sá hann á vigtuninni samt þá hugsaði ég, sko, ég er ekki að láta hennar lúða, ég er ekki að tapa á þessu lúða, sko. Það var ekki séns, sko. Ég var 100% sem ég myndi vinna, sko. Ég sagði bara ekki séns að ég geti tapa á þessu gæði, sko. Nei. Hann er svolítið lúðalug. Hann er nett lúðalug, sko. Nett lúðalug. En svo gargaði hann eitthvað á því, sko. Það var eitthvað svona dólgur í honum, sko. Já, það var eitthvað dólgur í honum. Ég var búinn að vera svolítið leiðilegur við hann í vigtuninni, sko. Já. Og svo, eftir barndan þá fer hann svona,
setur svona ennið svona, skallar mér eins og Khabib gerði við Conor. Já, og öskrar eitthvað á þig, skilur við. Já, það segir eitthvað, þú veist, ég var ekki að fíla það, sko. Nei. Svo ég stendu upp, þá ætlar hann svona sættast eitthvað og taka og ætlar að tekur í hönduna með svona liftin upp, sko. Já, svona eins og hann gerir svolítið. Já, ég sé bara, hvað er þetta að gera, drengur? Já, ég er ekki að lifta hendina mér upp hérna, sko. Nei, nákvæmlega. Þú veist, ég veit hvað, þú veist, með þess að eitthvað vera eitthvað svo skrítið, sko. Að lifta eitthvað upp og hann er líka sigurvegari, sko. Ég held að Gaura noti þetta sem svona power move, sko. Já, þess að hugsa ég bara, hvað er þetta að gera, drengur? Ég séns út á að lita, ég ítt honum frá, sko. Ég sést þannig að, ég horfði bara það var ég alveg heldur pirraðan í lokin, sko. Ég langaði þess að slá í hann, sko. Ég held aftur á mig, sko. Mér finnst það, ég er saman byggja, sko. Mér finnst það verið eitthvað svona, þetta er svona power move, eitthvað. Ég vann þig, en þú fær svona, þú er svona gerðið sig. Þú sigurvegari líka. Já, eitthvað svona, þú sigur að vera með. Það er eitthvað svona þannig dæmi, sko. En gerði það líka við hérna Carlos Prates og hérna helgina. Þannig segir það Prates og reyndi að fá hann eitthvað svona niður á hnén og eitthvað svona moment saman og Prates var einmitt bara þegið. Já. Bara geta það gari hér, sko. Já, ég sá það, sko. Bara, það er engan áhuga á þessu, sko. Eftir svona að eiga svona smá bíf við Gary, varst ekki þannig í 50 lótinu bara að róta? Við Gary, hérna? Já, nei, samt ekki, sko. Ég man þegar hann fyrst var að byrja, sko, það var sem pirrandi að vera að sjá hann alltaf vinna, sko. En svo, þú veist, það er maður búin að venjast honum, sko. Mér það var bara til að sjá hann, því ég held að maður getur tekið hennan Belal Muhammad, sko. Ég held að það sé góðan stíl til að vinna hann, sko. Já. Sem er champion. Jú, það geta alveg verið, sko. Veistu, bara smá fellivörn og eða þess að það er góða fellivörn, held ég. Ég held að Belal eftir að smóka hann, sko. Veistu, það ekkert, já. Ég er alltaf að vann með þetta í Gary, sko. Já. Ég er búin að gera það einum oft, sko. Ég segist alltaf ekki alltaf að gera það næst, sko. Já. Svo bara ekki að setja í pening og Prates. Ég held auðvitað, ég held að hann sem er góðan stíl til að vinna Muhammad. Á hvaða liti? Ég er bara lengri, þú veist, gott jafn, gott frontkick og svona, þú veist, en ekki líka fínn, og hann heldur góður í gólfinu. Svo virðist vera. Eftir að hann var að byrja að ræfa, Demi Maia. Jú, virðist vera svona, já, alltaf svona, hann ætlaði að hamra á þeirri hliði núna, sko. Líka búin að vera með Charles Oliveira, Brasilíu og eitthvað. Þú veist, Demi Maia í hodnina núna. Það var vel gert hjá hann að fara í fellurnar, sko, núna á móti Prates. Svona aðeins að bæta það inn í geimið, sko. En mér fannst svona eins og í 4.-5. lótu að svona, ef hann tímasetur fellurnar illa og þarf að vinna fyrir þessu, að þá bitnar hann svo mikið á kardíónu. Mér fannst bara eins og kardíóið væri ekki alveg til staðar. Ég held að Ian Gary geti alveg bara svona kickboxað í klukkutíma, sko. En hann getur ekki glímt og kickboxað. Það verður vesinn fyrir hann, sko. Og kardíólega síðan, sko. En það er svona my 2 cents í þessum máli. En ég var með eina pælingu samt, sko. Ég er að lesa yfir fyrirliðin, sko. Það er no contest gegn Jamie Ward. Ég veit ekkert um hennar bara það, sko. Nei, það er, ég tók hann á eftir að neyja Gary. Já, en það var titilbardagi. Já. Það var titilbardagi. Ég mætti bara sent í vigtun. Nei. Já, það var málið, sko. Þannig að ég veit ekki hvað þetta er no contest, sko. Ég kemur satt ekki vinn, sko. En ég náði vikt, sko. Já. Samt allt og sent, sko. Ég var búin að segja við Gaurinn, sko, móterinn. Að ég gæti ekki komist í viktunum í tíma, ég var ekki á vikt, sko. Og hann sagði mér samt þá bara að mæta því ég var komin á vikt. Já. Og þú veist, ég kem löngu setna, sko. Já. En það er vikt og ég spyr hann, er þetta titilinn og hann segi já, sko. Og svo greinlega er þetta ekki skráð titilinn, sko. Já. Eftir. Það var líka eitthvað, þú veist, fyrirbarta, ég náði þess ekki alveg, sko. Nei. En hann segi við mig alltaf fyrir daginn fyrir, sko. Þetta sé titilinn, sko. Já. En þetta er skráð catchweight á YouTube, sko. Já. Sá það, sko. Ég veit ekki hvað þetta er no contest samt. Sigur er bara sigur, sko. Já, þannig að þú vannst hennar bardaga? Já, vann hennar bardaga. Og titilinn? Já. Fyrstu belti á... Nei, ég fekk ekki belti inn í ringin, sko. Þannig að ég skildi þannig ekki, sko. Það er að því hann var búin að segja þetta, sko. En já, það var ég tók hennar bardaga, kláraði með gillatín. 50 sekúndum með eitthvað. Já, ok. Nice. Það er umhverfald að skáta þessu niður sem no contest. Já. Það er bara win. Já, þessi Bretar ná alltaf einhvern veginn að sníkja út eitthvað no contest eftir á. Já. Alveg eins með Will Bean og Krumma, sko. Já. Það var einmitt eitthvað svona, var eitthvað að dreigja en þeir eitthvað fengi að klára bardagan og svo bara eitthvað töpuðu þeir og þau bara áfrýja.
Já. Þetta eitthvað sem Bretarnir gera. Ég mynd, samþykja, þú veist, já, eins og með Vilbílinn Krumma, skilur við, samþykja svona, hvað maður segja, skilmálana, þú veist, á stað og stund, tapa svo og bara, við erum hættið við. Við viljum, hérna, þetta sé no contest, eitthvað. Bara kjafta Einmitt eins og þarna, sko. Já. Það er ekki, það er lélegt, sko. Það er mjög lélegt. Það er lélegt, sko. Alltaf verið að halda niður í hvítamanninum, sko. Ok, þannig að þetta fætt á niður í mína bækur, í mína bók sem sigur. Sem sigur, já. Já, 2019. Það var Já, þannig að hérna, svo líðar alveg 2 ár fyrir næstu barða. En þetta í sko Cage Warriors Academy South East, eitthvað, 23. Er það hérna... Já, það er eftir Ian Garrið og verið aftur í þetta. Kids Academy, sko. Já, já. Svona contentir dæmi fyrir það. Ég gáði mér alltaf titilbardaga strax, sko. Já. Og hérna, já. Hérna. En hvað gerðist í viktinu? Varstu bara eitthvað, gekk illa að kötta eða eitthvað svona? Já, ég var bara þyngri en ég held og þetta var í welterweight, sko. Já. Welterweight, ég var bara, hérna, ég hafði keppt 2 bardaga í welterweight áður, eða 1 í welterweight áður. Og hérna, já, bara gekk, ég veist, ég bara kunni ekki nú vel að kötta, nú vel, sko. Fór bara hægur að mér og var þyngri en ég held og... Já. Þú bara síðast í light heavy en ert búin að vera í milliviktinu eða ekki? Eða hvað? Jú, búin að vera bæði í millivikt. Já, og ferð þarna í... 1 bardaga eða 2 bardaga í hérna welterweight. Já. Og svo light heavyweight. Hefur alltaf verið að kötta svona daginn áður, eða svona viktinn daginn áður? Já, viktinn daginn áður. Bara alltaf allan ferilina? Já, það var alltaf verið viktinn daginn áður og ég alltaf köttað eitthvað aðeins. Já, menn eru alltaf svo góðir í þessu í dag með, þú veist, það komið mikið reynsla á hvernig maður á að kötta, sko. Ég get alveg ímyndað mér svona, ég veit ekki hvernig það var, þú veist, 2019, skilju, hvort að menn voru að gera einhver grundvallar mistök eða bara ekki voru vísindalegt að þetta verið í dag, skilju. Varst það svona vasslóta fyrir og... Já, ég var ekkert með einhverja saga mikla tækna bak við þetta. Nei. Bara, einmitt, hérna, ég var reyndi að drekka mikið vatn, einhverja nokkra daga að hætti svo að drekka vatn. Já, já. Og svo bara eins mikið, þú veist, að hanga í gufunni og einhverjum, og heitu pott hann alveg daginn áður, sko. Já, já. Já, Þetta er eina bara að pína mig þar og þú veist, það hérna fór þannig fyrir viktum bara, sko. Já. En náður þú svo viktinu á endanum? Já, náði henni, bara kvöldi, sko. Já, ok, bara ekki hangi í sánu bara allan daginn. Já, basically, sko. Hvernig var það? Var það bara eitthvað algjörst helvið það? Já, þetta var svona, þetta fór bara svo hægt að mér eitthvað, þannig. Þetta fór bara eitthvað hægt að mér. Varstu bara allan daginn að kötta? Já, basically, sko. Bara einhverja 10 klukkutíma eða eitthvað þannig? Já, svona, þú veist, og nú að fekka. Já, ok. Ég var, hérna, ég var búinn að segja við hann þegar viktunni var að klára, sko. Ég var ekki að fara að ná vikt. Og hann sagði mér bara að koma því ég væri búinn að vikta, því hann myndi koma hann, sko. Það væri á svæðinu, sko. Já, já. Og þá var ég bara slagur. Já. Kom hérna. Þetta er á hóteli, sko. Viktunni var á hóteli, sko. Það sem hann, þú veist, mikið að fæta henni með, sko. Og þeir eru. Þannig að hérna, ég held að þetta var all good, sko. Já. Varstu ekkert að spá í að bara beila á þessu þegar það voru liðnir svona margir klukkutímar að fyrst? Nei, ekki þannig, sko. Ég ætlaði bara að sjá að þetta fór bara svo hægt að mér, sko. Það fór bara svo hægt að mér. Varstu þarna með Mjölni? Varstu bara einn eða var þetta klúbbur? Þú varst Það var 2019. Þetta var bara einn, sko. Já. Þetta var bara einn. Búin að vera svolítið svona Lone Ranger hann að 2017. Þarna var komið upp einhver atvika sem ég var eitthvað látið fara, nýbúnur að látið fara úr klúbb, sko. Já, komið svona. Já, bara stutt áður því miður, sko. Já. Ég var hérna, þannig að, en ég fór hérna, bardaginn þar undan ég gerði, þá fór ég fyrir VFBC, sko. Já. Og hérna, bara svona, þú veist, með þjálfar og allt krúið og allt það, sko. Já. Þarna var nýbúið að koma upp eitthvað atvikum, en ég var bara, hérna, ekki í neinu klúbb þarna, sko. Já, svona Lone Ranger. Basically. En hvernig var þetta? Var þá einhver MMA-hópur í VFBC? Eða varst þú bara einhver Lone MMA Ranger inn á VFBC? Nei, það var ekki en MMA-hópur, sko. Það var hérna, heila bara ég. Jú, það voru einhver MMA-tímar, jú. Það var einhver MMA-hópur. Hver var með þig? Hver var korner að þig á þessum tíma? Það var hérna Viktor Heiðarsson sem var að æfa með mér í VFBC. Ímir. Já, Ímir. Já, við þekki Ímir. Ímir Glíma. Já, Ímir Glíma. Þannig að hérna, já, þeir voru með mér. Já, og var ekki bara, dætt hann bara í gíotín? Basically, sko. Það er stránkæðilegt, sko. Það er að vera með svona gíotín masterclass. Já. Svona næstu ákveður eða blokkur eða vantar pening fyrir jólun. Halda námskeið bara. Já, halda. Nákvæmlega. Já, ég hérna,
Ég elska sko Tapology síðuna eina sem Gu og Laugar Pór Einarsson. Já. Þetta erfið fæðing maður. Já. Illa færi mig góðan mann hann. Já, þeir lýsa alltaf svona, þeir kynna mig inn, sko. Já. Ég skilja alltaf ekki pór, sko, Þór, sko. Já. Miklu meira sem þið gætu sagt. Ég hef leiðir þetta einhvern tíma við þá, sko. Það eitthvað erfitt að koma í gegn, sko. Svo nennir maður aldrei að spá í því þegar maður fara í bardaga, sko. Nei. Bara spá í bardaganum, þú nennir ekki að spá einhver svona litlum aukalutum, sko. Það Nei. alveg sama, sko. Nálega. Þú veist bara að fara að berjast, sko. En ég heldur þetta að próbardaginn hafi bara endað inn á annari Tapology síðu sem Guðlaugur Þór. Já. Þannig að þeir eru bara eitthvað. Þetta er búin með próbardaga? Nei, ég er ekki búin að prófa hvað... Nú var það ekki hérna... En það eru til, sko, ég sá þetta voru til 2 síður, sko, það er 0-1, en það er samt amateur líka, sko. Já, ok, ég var vissum að það væri að það hefði flokkað sem pró. Já, það er hérna móti Farshad Nasarnia, það er 2022. Hann er skráður á annari síðu, sko. Já, ok. En það er þessi Karl Mullings sem er síðasti bardaginn, þegar þú fær bara viku fyrirvara og ert bara mættur, eða ekki? Jú. Já. Það er enda, sko, mér varst það grjóthart. Grjóthart, já, algjörlega. Já, það var skemmtilegt, sko. Já. Það var skemmtilegt. En hvað, ertu þá bara eitthvað að pumpa í World Class og símir hringir og bara, og koma þetta bardamann og þú ert einu sem kemur til greina. Basically, sko. Það var bara eiginlega svo leiði, sko. Ok. Ég vantaði bara eitthvað til að hoppa inn í titilbardagan, sko. Já. Og þeir bara, við erum með manni sem barast við Ian Garry fyrir, 5 árum eða eitthvað. Já, ég hafði reynda keppt á við hennar Já, 22 og eitt titilbardagan Já, Jamie Ward bardagan. Nei, hérna annan á undan, sko. Já, ok. 2021. Já, þú er bara morandi í titlum. Er það Anna Arlind Berisha? Já. Já, var það titilbardaði líka? Á titilbardagan. Já, ok. þetta. Þú er bara morandi í titilbardagan? Þetta er ekki nema titilbardaði. Já, og svo vinnum maður titil og það bara, helviti spretandi maður. Já, hvað voru við? Já, meðan Karl Mullings. Já, Karl Mullings maður. Hann var ekki ósýr og búin að klára alla, en þú ferð alla leiðin með honum. Jú, ég var búin að klára alla þarna í fyrstu lútu bara. Já. Og ég var, þetta var ég veit, með búðina bardaði með stundum fyrirvara. Ég hugsa, maður hugsa alltaf að maður sjáu, maður sér fyrir eftir því sem maður gerir ekki, sko. Já. Bara að fara að gera þetta, sko. Já. Hvað er að vestra geti gæst, sko. Já, nákvæmlega. Og ég var búin að skoða hann eitthvað og ég held ég myndi taka hann, sko. Mér fannst bara, og já, þú veist, svo var líka ég var bara leiðið ég var búin að glíma það mikið, sko. Nýbyrjaður í glímunum í Imperium, sko. Ef ég er búin að glíma þess lengur, sko, þá hefði ég verið meira að skjóta í takedown og bara treysti ekki alveg kardíónu að vera alltaf að negli í takedown, sko. Tekur svo mikið af manni orku, sko. Maður næri því ekki og svona, sko. Ef ég hef verið búin að glíma nokkra mánuði fyrir, þá hefði mig gengið heldur tölur betur, sko. Og það alveg bara búin að vera í kipphúsi? Já, það var í bóksinu, sko. Í bóksinu? Bóksinu og mútægi og aðeins búin að glíma, sko. Þú voru ekki nema bara þó nokkra ræfingar, sko. Ég sá hann bardaði ekki, var þetta bara kickbox-bardaði sem mest alltaf tíman? Já, þetta var bara standað allir tíman, sko. Bara standað allir tíman. Og mér fannst ég var dett í gang bara svona í 3. lótu, sko. Já. Og ef það eru fleiri lótur, þá held ég tekið hann, sko, þú veist, ég vil meina það allavega, þú veist, hann var að fara svo mikið niður, sko. Og bara heyrðu, þú veist, ég sá bara hvað það var andað djúpt, sko. Hann var alveg bara búinn á þetta í lokin, sko. Og kardíóð þitt bara gott, skilur með viku fyrir var að hoppa inn í... Já, ég er með ágætis kardíó, sko. Ég var alltaf líka búinn að vera að bóksa mikið og sparra svolítið, sko. Þannig að ég var alveg kardíó og fínt þar, sko. Já. Það hefur verið, sko, eins og ég segja, þessi gaur hann er einhver strækir, sko. Kemur einhverjum útægi og kippbóks bakgrunni, sko. Þannig að ég veit ekki hversu góð hann er í glímunni, sko. Þannig að það hefur verið gott að vera búinn að glíma mikið fyrir þetta og skjóta alltaf í einhver takedown, sko. Og þannig, sko. Líka bara geta hótað því, sko. Já. Það er gott að geta hótað því. Það var bara, ég var alltaf hugsað það í bardaganum, sko. Bara treysti ekki í kardíónu að fara í takedowni, sko. En hann barðist einu sinni eftir þér og kláraði þann Leighton Clark andarlóti með punches. Hann kláraði alla með höggum, bara punches nema þig. Mér finnst það ógeðislega að fyndið. Þetta er sko, í mínu bókum með þetta svo mikið Rambo moment, sko. Að vera bara eitthvað svona, bara að chilla og eitthvað að fá símdal með titibardag og eitthvað. Já, ég veit. Það er skemmtilegt. Já. Ég er bara að taka allt, sko. Ef þú fengir símdal núna bara frá Cage Warriors, bara, það er titilbardaði, hvað myndir þú segja? Það hefði mánuði kannski. Cage Warriors? Já. Já, ég myndir að taka það, sko. Já. Já, örugglega.
Já, þú erum að glíma helling allavega. Getur ekki slútt ykkur gíotín. En hvað ert annars að spá svona núna, þú veist, ertu stefna á einhvern barða? Ekkert þannig, þú veist, akkurat mikið að spáði akkurat núna, sko. En, þú veist, ég er að æfa og ég er að halda mér við og svona, sko. Þú veist, svo maður gera svo mikið að hlutum fyrir utan, sko. Þannig að væri gaman að fara all in í þetta, skilur. Taka 1-2 ár sem þú færði all in í þetta, bara æfa eins og atvinnumæður, skilur. Og taka einhverja prófæta og það væri gaman, sko. Það gerist kannski einhver tíma, skilur, næsta ári, sko. Hvað ertu gamall? 32. Já, bara nóg eftir með þér? Já. Og svo ertu búin að vera, segir að boxa svolítið. Ekkert eitthvað, langar ekkert að taka þátt í einhverjum, þú veist, mótum hérna heima, Icebox jafnvel eða eitthvað hannig? Ég meina, þetta Icebox heldur flott, sko. Þetta heldur flott, það svolítið síðan ég þú veist, ég búin að taka mér smá pási frá bóksunni, sko. Fór að keppt eitt barða þarna fyrir 2 árum, sko, út í Póllandi. Og jú, ég meina, það var alveg í myndinni, sko. Ég var til að skoða það, sko. Ég fínt í glíminu núna, sko. Alveg inn í myndinni ef við dempum mér aftur í bóksið, sko. Dempum mér aftur í bóksið. Það er að koma hérna Nóki-mótin núna í maí, ætlar að taka eitthvað þátt, eða? Já, vorum eitthvað að tala um það. Það var eitthvað Íslandsmeistaramót og eitthvað svona. Já, það er ekki 2003, 2001. Er ekki svo Grettismótið líka bráðum? Það er eitthvað mót hjá Mjölni. Já, það er Mjölnir Open. Já, bara Mjölnir Open. Mjölnir Open, bara held ég snemma í maí, sem er bara Nóki-mót. Já, og svo er Íslandsmeistaramótið haldið niður í Ármann í lok maí. Þannig að eða langar að klæða því í þröngt spandex og rúlla þær og þá fullkomið tækifæri bara hérna í næsta mánuði. Já, rálega, sko, lítið land sem ég keppti senast á glímumóti, sko. Já. Til að skoða sem er að glíma, sko. Já, ég vil sjá þetta guillotine in action. Nákvæmlega. Já, ekki, þannig að það er bara margt að gera hjá þér. Við erum með aðra pulsu í pottinum. Hvað er þetta að gera aðnað, en að einmitt aðra börnum? Það er bara svona, þú veist, heilt yfir í lífinu bara. Já. Eitthvað svona sem maður er að gera, að vinna bara á alls konar sem maður er að standa bara í. Sem maður er að gera bara. Já, maður bara að gera alls konar. Já, eins og ég segja, það væri alveg gaman að fara taka bara með maður smá eins og atvinnumæður líka, sko. Já. Vera bara í því, sko, æfa 2 á dag og markmið þar. Hvað gerir maður að gera það kannski næsta ári eða þar næsta eitthvað. Já, það er svo mikið dedication, sko. Þetta tekur svo mikið það er svo mikil tími og orka sem fer í þetta. Já. Svo veit maður aldrei hvað maður uppsker, nákvæmlega. Einmitt. Það væri gaman að gera þetta þannig, sko. Ætla að prófa að taka 1-2 ár í það, sko. Já. Maður sér til, sko. Já. Mega fullkomið sens. Ég það er komið að, talandi um að æfa, þá þarf lifandi endurheimt, það er Unbroken Real-Time Recovery, frjálsfljótandi aminosýrur unnar úr norskum laxi. Þeir sem æfa mikið og æfa hart ættu ekki heita við að prófa Unbroken. Algjör gæða að vera í alla staði. Hámarkaða svo árangurum og veljaða með Yngling fæðbótravörum, Silagit náttúrulega styrabústur á sveppablöndur. Mælum einstaklega með sveppablöndinni reyndar. Það er yngling.is og 15% afsláttur með kóðunum 15 lotan við checkout. Akkur ekki líta vel út með þar æfir, það er M-Fitness, íþróttavörur, lóð og jókavörur einnig á Stórhúsvegi 15 og Tryggvabraut Akureyri. Það er alltaf lagerútsölur af og til, þannig að þú getur fengið alltaf 80% afslátt ef þú býður eftir þeim. Gaman að því. Talandi um Unbroken, ég ætla að fá mér eina svo döflu. Já, ertu... Þú þessum út í vatnið það? Í vatnið? Já, endilega. Já, þú mátt taka það stökk, sko. Virkar þetta vel, já? Þetta virkar ógeðslega vel, sko. Já, hefurðu prófað Unbroken? Nei. Þetta er geðveikt. Þetta er satt... Electrolytes, já. Nei, þetta er ekki... meira en það, sko. Já, þetta er rauninni, sko, niðurbrotin prótein úr laxi. Þannig að þegar þú ert að æfa og svona í rauninni meltingakerfið þetta er lokað og þá getur drukkið þetta bara svona beint eftir æfingu og þá færðu í rauninni, sko, kannski svona klukkutíma 1,5 aukalega í recovery eftir æfingu. Af því að rauninni, þegar þú ert búin að æfa, guffar í einhverju mat og þá tekur, skilur, tíma fyrir kerfið að fara af stað og af því þú þarft að brjóta niður, þú veist, matinn og allt það, skilur. En Unbroken er, þú veist, niðurbrotið. Þetta er svo niðurbrotin lax sem er brotið niður úr enzíminu úr sjálfum laxinum, skilur. Þannig að þetta er háþróað, science. Og þá getur scientistinn hlutskýra fyrir einn daginn. Einmitt, en það voru vist sovjetmennir sem að fundu upp á þessu. Þetta er geggjað að hafa þetta, sérstaklega að maður er að æfa og skera eitthvað ógeðslega erfitt. Bara svona að geta tekið sopa þessinn á milli, bara... Og
Gargar mann alveg. Og þetta er ekki að maður æfa kannski 2 á dag eða eitthvað og svona high intensity. Þetta er ekki að, þú tekur eitt svona stauk með þér sem gott veganesti. Takk fyrir það. Verður góð. Já, og svo er líka, við erum með svona hefð, sko, að við erum með svona ynglingvörur á borðinu. Þannig að ef þú ert eitthvað í Siljajettinu eða Seppalundum og svona, þá máttu taka það með þér eitthvað skemmtilegt. Takk fyrir það. Eitthvað fallegt. Við erum jólasveinar, við erum alltaf að gefa í skóin. Ég er ekki það sem að þýðir hans. Gekja. Á svona léttari nótum, sko, hvaða lag eða listamaður kemur þér í gírinn? Svona, þú ert að æfa eða fara inn í fæti eða svona, hvað er eitthvað lag eða eitthvað ákveðin? Ég var seinast var ég með Red Nation með The Game. Red Nation, þú ert tónlistamæður, Biggi. Byrjunin svona, þú veist hvað lag það er náttúrulega. Ég veit ekki hvað lag tala sko. Við veitum aldrei hvað lögum. Ég hlusta ekki mikið á The Game sko, en ég, annákvæmdur, veist ekki eins og hver það er? Nei. Það er svo sko. Nei, þetta er hræðileg spurning fyrir mig sko, ég er alltaf bara, já, ok. Já. Ok, en það er Red Nation með The Game. Já, ég var með það seinast, ég verið með það fyrir 2 bardaga sko. Já, það er svona. Já, mest það, það kemur svolítið í gírinn sko. Ok. Svo ég verið með eitthvað, hvað verið með Tupac, einhvern tímann. Ó, næs, hvað lag? Rætir, heitir það ekki? Rætir. Heitir það ekki? Ekki voru mig. Við minnum að heiti það. Ég var með það. Ég er svo lélegur með Ég var með DMX einhvern tímann. Já, ok. Þú er svolítið í rappinu? Já, svolítið í rappinu sko. Ég vil aldrei ákveða að kannski prófa að rappa sjálfur. Nei, ég veit það ekki. Nei, ég aldrei að vita. Ég held að þú getur slegið gegn þessu rappari sko. Já, það ekki. Já, hvað, er það bara allir getur gert það eða er þetta ekkert málbyggi? Nei, hann er bara með svo mikið swag fyrir sko. Shit. Já, íslenski 50 bara. Já. Íslenski 50 cent. Já, 50 kallinn. Það er geðveikt. 50 kallinn. 50 kallinn. Já, Gegga, hver myndi leika þig í bíómynd? Ég leika mig í bíómynd? Já. Ég veit ekki maður. Hvað ég veit ekki, gæðin sem leikur Þóra eða eitthvað. Chris Hemsworth. Já, það ekki. Nei, byrju. Ég sé mikið. Það er einhverjum fleiri, hvað Ég sé mikið Batista í þér. Já. Batista? Já, Guardians of the Galaxy. Dave Batista. Já, getur verið. Ég þekki bara sem Guardians of the Galaxy gæðin. Já, eða það var WWE sko, bara sem Batista. Já, hann var þannig gæði. Já. En hvað heitir hingæðin í WWE? Rock. Nei, þeir eru nokkrir. John Cena. Já, það getur leikið mig. Þú verður mjög góð John Cena. Það var alltaf með You can't see me. Fuck, það var geðveikt. Nei, það ekki, það getur leikið mig. Já, þú verður góð viðbútt í svona næstu Fast and Furious mynd og John Cena myndi koma inn og leika þig. Já. Það var ekki, já. Ég stiði John Cena, ég elska John Cena sko. Fuck, þú þekkir John Cena? Já, hvað heldur ég sé? Þú veit ekkert eðlilega lélugur lífari sko. Shit. Hver finnst þið vera svona efnilegastur / skemmtilegastur í UFC þessar stundir? Það bannaði sig Ian Gary. Efnilegastur / skemmtilegastur? Já, það er bara skemmtilegast að horfa á gaman að fylgjast með. Já, náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega bara klassískt að John Jones og svona það sko. Það er efnilegastur sko, ég veit ekki alveg hver er efnilegastur. En skemmtilegast að horfa á náttúrulega ég vil bara, þú veist, flesti championinu sko. Ég veit ekki, það er þú veist, Pereira og John Jones og svona sem er sko mest skemmtilegast örgulega það að fara að fæta sko. Næstu nára meður. Já, Pereira náttúrulega mjög skemmtilegt hann stífur inn í búrið sko. Já. Maður finnur alltaf líkt á knockouti sko. Og hvað já, það er eiginlega svona lightweight championur upp úr sko sem voru mest á sko. Já. Svona að þú veist sem þú kannski tengi við líka. Já, þannig að það er svona sem að ég hef svona fylgst mest með sko. Já, það er mikið sens. John Jones vs. Aspinall, hvernig heldur það? Ég veit að ég held að mér John Jones ekki lítið það vel út á móti Stipe senast. Strækingi sko. Aspinall virkar eins og hann sé sneggri og meira power í honum sko. Já, ég held að segja það. Ég held að Aspinall myndi taka hann sko. Með hvað ég er að horfa núna. Þú að John Jones er minn maður samt en ef maður ber þetta saman þá lítur út eins og Aspinall myndi taka hann sko. Já, ég er sammála sko. Þetta er líka svona it's a young man's game sko. Þannig að maður hefur tilfinningunni að þetta ætti að vera mómenti hans Aspinall sko. Já. Allan daginn sko.
ef þú mætti setja saman svona dream team af svona cornerman svona sem myndi fylgja þér í hringinu svona lifandi eða dauðir hvern myndir þú vilja hafa með þér, máttu velja 3 þú er svo mikið Lone Ranger sko svona, það er ekki svona dream bara team bardaðamönnum, bara hverju sem er já, bara barðamönnum, þjálfurum mér og Bigga já, það ekki ég veit ekki, er það ekki bara Tyson já, það er erfitt að tapa með Tyson í hotinu já, þú ert ekki að fara að tapa út nei, Tyson Conor McGregor John Jones þeir 3 eða eitthvað já, það var bara geggja lið sko já, ég var til að sjá það sko já, bara vel valið sko já, ekki jú Hérna náði þinn tími og tími Conors McGregors í Mjölni, var það eitthvað að skarast á? Voru þið eitthvað að hittast þarna í tíminu eða? Já, ég sagði, þú veist, það var einu sinni, þú veist, hann var hann í Mjölni þegar hann kom einu sinni í lokin, sko. Já. 2016 eða eitthvað. Já. Þú eru ekki fengið að spara við hann eitthvað þannig, eða? Nei, ég náði ekki að taka almennilega við hann, sko. Nei. Þannig að hann var hann í miður, sko. Damn. Það hefur geðvægt. Já, það hefur verið gaman, sko. Var með alla bestu írana svona nokkurn veginn á rekordinu. Já, nákvæmlega. Já, það hefur verið gaman, sko. Ég hefur gaman að fara á ilina á mótunum, sko. Já. Hvernig það verið, sko. Hann bara flokkast í the one that got away. Já. Því höllin maður. Það er svekkjandi, sko. Já, það er svekkjandi. Kannski bara, hann lítur að fara að koma tilbaka ef hann hættir að reyna að vera forseti í Írland. Já, þeir mætast í light heavyweight bát einhvers þar. Já. Hann er svo fucking þykkur kallinn maður. Já, hvað, hann er ekkert að vera að keppa aftur, eða? Hann er byrjar að æfa, það er bara vídeo síðustu daga búin að vera að poppa inn á neti, hann er byrjar að æfa og hann náttúrulega tweetaði daginn bara eitthvað Chandler unfinished business, eitthvað svona Men ef það ætlar að vera eitthvað fórseti þá fer allir tíminn í það, getur ekki að æfa, þú veist, þá er það ekki, hvað er það ekki einhvern tíminn í nóvember eða eitthvað? Jú. Það vilja nú allir meina hann bara 0% líkur á að vera fórseti, sko. Já, en þú veist, Trump átti líka 0% líkur einu sinni. Nei. Já, það verður 0% líkur að verði fórseti en ef það ætlar að fara í eitthvað campaign og það er allir tíminn í það, sko. Þá getur hann ekkert æft sig fyrir bardaða, sko. Nei. Að þá þú veist, það var ennþá lengra þannig að hann keppir. Það ætlar að fara eitthvað, vera eitthvað að spá í þessu rugli þannig í nóvember. Já. En svo sannlega, sko, ef hann verður sko, þá hefur hann fullt af tíma. Ég verður að vera aldrei fórseti. Nei. Já, þú veist, maður veit ekki. Já, heyrðu það fyrst ég hjá Gulla. Hann verður aldrei fórseti. Já. Ég var svo geðið til ég að Halla Tómasdóttir væri eitthvað í ykkur kampi og debut í Invicta, sko, það var geðið. Já, við sjáum til hvernig þetta fórsetindæmi fer hjá honum. Ef það klíkar, þá getur hann ennþá kornir á því, skilur. Það er opnum dyr fyrir honum. Já, það er alltaf opnum fyrir honum. Já. Velkomin í það, sko. Hérna, ef við gerum drauma barda, svona eina drauma viðureik sem svona áðurnu svona ríður á hestunum út í sólsetrið og hengir upp hanskana, hverju myndir þú vilja mæta? Bara hvað sem er, bara alveg. Hvað sem er. Hvað sem er. Bara, þú veist, ég er svona genie, skilur, ég bara létti þig og þingi þig eftir þörfum, sko. Ég veit ekki, var ég bara að rýma sig í Angari? Jú, það var ekki að. Jú, þú þarf til í það. Ég, sko, já, þá getur svona, myndir þú finna svona gömlu skilabóðin og svona, manstu þetta að sagði þið mig? Já, ekki. Nei, ég veit ekki, hvað er drauma bara það? Ég veit ekki. Já. Veistu ég það? Ég er bara eitthvað þannig í... Svona svo þykku núna, við þurfum að skera vel að þér til að ná þér niður í veltivíkt. Já. Já, það er að skera smá, sko. Já. Ég veit ekki, það fyrst sem kom í huga, sko. Já, það er bara gott svo, sko, bara fair game, sko. En hvað er það bekkja mikið? Bekkja mikið? Já, hvað, svaka kassi og svaka bómsur að þér, sko. Ég er ágætur í bekknum, sko. Ég tek 180, 3 rep. Ég er ágætur í bekknum, 180. Ég hef aldrei farið, ég tek 183 rep, sko. 3 set af því, sko. Það er sem fyrir. Ég veit ekki hvað svona 1 rep max, sko. Það er, ég veit ekki, eitthvað nálega 200. Já, 3 rep, 3 set af 180. Já. Shit, gaur. Já, veit ekki hvað, ég veit sjaldan einhvern veginn gert jafn lítið úr sjálfum mér með spurningu. Ég er eitthvað, kúka á mig með 80, sko. 80 kíló? Já. Já, maður byrja eitthvað starf, kemur allt. Já, takk, gott pep-talk maður, ég tekni hérna, hefði ég hotnið neitt í maður. Það er bara gegga. Þetta var svona það laufléttasta frá mér, en ég ætla að alveg að lokum að minna á myrkun gluggatjöld á Smiðjuvegi, Fjarstýr snjallgluggatjöld og myrkuntjöld sem að geta lokað alla birtu. Bjarni hjá Myrkun veitir ykkur frábær þjónustu og hjálpar ykkur að finna tjöld sem hentar fyrir þig og þitt fyrirtæki. Það er myrkun.is.
Svo er það Prepparinn Makrobar, auðvitað leiðin til að borða holt. Prepparinn er á Suðurlandsbraut og Orkunni Vesturlandsveginn. Það er ítalska skálinn, klikka seint, meðan ég er húgt að henni persónulega. Ég er svona sikkert búið með allar fyrirfram. Mér langar að spyrja hérna bara út í íslensku MMA-sinuna núna, þú veist, ertu að fylgjast með, þú veist, strákunum frá Mjölni og Reykjavík MMA og svona horfa á þessi bardagakvöld? Já, ég finnst bara það sem að selja á Instagram, sko. Ég sé hvað kvöldin sjálf, bara það sem þið postið og svona. Maður fylgist til að bara með þeim í gegnum ykkur, sko. Og þeir eru hérna, ég er að gera heldur flotta hluti, sko. Já, takk fyrir. Gera flotta hluti, þannig að, já, ég fylgist eitthvað með, sko. Er einhver svona sem standa svona upp úr fyrir þér á svona nýju kynslóðinni af MMA barátamenn? Já, náttúrulega þeir sem eru í Reykjavík að maður gera heldur flotta hluti. Gera heldur flott. Og er það ekki bara þeir, þessi strákar. Þeir hérna, bara flestir að þeim, sko. Já, þeir eru náttúrulega bara gera mjög svipað hluti og gera það heldur flott, sko. Já, þessi strákar hérna. Svakaleg keppnislið hjá þeim núna, sko. Já. Og þétt setið, sko, þau fá kannski 4-5 pláss svona á Kate Steele þeimmis. Og það er bara keppnislið orðið það breytt, sko. Það er bara, það er hungur að gretta í hópnum, sko. Það er eiginlega bara, flestir þeir strákur, sko. Já. Þeir eru að gera heldur flotta hluti, sko. Þeir eru að gera flotta hluti. Þó er mjög nýstrákan að séu visslega, þeir eru aðeins að stígu upp, sko. Það var búið að vera svona pínu óvirkni í kringum þá, sko. Já, það var svona, voru ekki alveg að berjast neitt rosalega mikið fannst mér kannski eins og í fyrra og árið þar og undan, sko. Svona, ekki svona í samburði. En þeir eru svolítið svona, þeir eru að stígu upp, sko. Og líta vel út, sko. Margir er farið að taka skrifið yfir próf núna. Já, Aron Frans og... Aron Frans, Viktor, Július. Bara þeir þrýr allir að fara að stefna á bara prófætt núna næstu. Já, sem ekki að geta, sko. Þannig svona, já, hún er á góðum stað, finnst mér. Þú veist, MMA sinnan, svona heilt yfir, sko. Já, myndi ég segja. Já, það er ekki bara, já. Ég var með eina spurningu, sko. Að hérna, þegar maður svona googlar því, sko, þá kemur svona fréttir af svona feilspóri. Ég velti fyrir mér svona, þegar ég er svona félagsfræðingurinn ég. Ég sé marga stráka, þeir verða svolítið svona, þú veist, þeir eru bardagamenn, þeir eru hot shit og svona. Og það, þú veist, mér líður stundum eins og svona sumir þeir gætu mist hausinn. Og nú ert þú svona maður með reynslu. Ef ég orða það þannig, ég svona velta fyrir mér, hvað getur maður svona, er þetta ná til ungra stráka sem eru svona daðra við feilspórið, skilur til þess að svona beina aftur inn á rétta braut, skilur hvað ég fara? Svona, ég svona velta fyrir mér svona, hvort að þú veist, þegar þú hugst tilbaka, þú veist, er eitthvað sem að hefði svona getað svona stýrt þér svona Já, ég meina, þú veist, eitthvað svona ráð, ég meina, það er, ég veit ekki, bara ráð, þú veist, tala við þjálfara og þú veist, bara hérna, þú veist, þetta er svo glata að vera, þú veist, hérna, sóa ferli yfir eitthvað svona, sko. Það er hérna, bara ráðleika sig við þjálfara og, þú veist, bara halda sig við sportið, sko. Já. Bara ég veit ekki hvernig orða það, bara hérna, bara einhvern veginn halda striki bara. Já, þetta er kannski ósanngjarn spurning að henda þessum myndir með það, sko. Nei, þú veist, ég veit ekki hvernig orða það, bara hérna, tala um eitthvað ráð, bara ég raunin bara áleika sér bara fara við þjálfara og bara hérna vera alltaf með markmið, vera alltaf með einhverja gulrótur í fram að þig, það er alltaf eitthvað í gangi og þú veist, hérna eitthvað bardagi eða eitthvað, sko. Þú veist, þá hérna ráðleikir við þjálfara að vera með markmið. Ég held að það er bara hljómi, flesti myndir skrifa undir það, sko. Sérstaklega markmiðasetningin, sko, og svona hlusta á þjálfarana sína. Ég myndi svona hugsa oft það, sko, hvað strákum gengur vel oft með þjálfara og hvað er mikilvægt að vera með góðan þjálfara í lífinu sinni, sko. Þannig að, þú veist, ég veit að ég byrjaði ekki að vera, þú veist, svona almennur einstaklingur fyrir ég fekk með þjálfara og við fór að boxa, sko. Þannig að svona, já, skiptir miklu máli. Já, það gerir það, sko. Já, góða punktur. Jú, ég er bara mjög góða punktur, sko. Hérna, já, það er svona mikið meira fyrir mér í dag, við erum alveg að fara live. Eitthvað frá þér, Biggi, svona lókum? Nei, bara takk fyrir komuna, bara geggja að fá þig í þáttinn. Takk fyrir mig. Já, virkilega gaman að fá þig og hérna gaman að kynnast þér loksins. Já, leiðis. Já, ertu að segja satt? Já, ég hérna, við eigum inn í einhverju glímu, ég er alltaf hérna með svo gaman að glíma, sko. Já. Við eigum inn inni, ég ætla að kíkja. Já, kíkir í Imperium. Já, það ekki. Jú.
og rúlaði með, læti sjá hvað þið sleppu þessu gíotíni. Já, klálega. A man can dream. Alltaf velkomin, sko. Ekki. Gulli bara, takk æðislega fyrir að koma og þetta var bara hrigalega skemmtilegt. Takk fyrir mig. Takk. Og